Góða kvöldið, elskurnar, og velkomin í Geimsýruna á laugardagskvöldi, 20. og 3. maí. Herðu, eitt langar mér hérna að leiðrétta, en það að í Geimsýru gærkvöldsins þá hélt ég hérna mikla eldræðu hvað íslenskir fjölmiðlar væru latir við að birta fréttir hvað varðar uppljóstrun á UFO. Þegar ég var komin hérna inn í húsið mitt eftir að hafa byrt þessa geimsýru, eftir að ég leyfði henni að flæða allt, þá opna ég fjölmiðla og viti menn, Mannlíf, DVAF, Vísir, MBL, uppljóstrun á UFO-gögnum á öllum forsíðum. Samtímis, mjög einkennilegt og mjög óhefðbundið. Þannig að ég vildi bara leiðrétta þessa fullyrðingu mína. Aldrei að vita nema að málaflokkurinn hvað varðar UFO og mögulega tilvist ójarneskra eða allavega ómennskra vera komist í umfjöllun í meginströmmnum. Mér langar aðeins að fara hérna yfir tvennt og það orðið á götunni og ég hef nú ekki haft oft rangt fyrir mér hvað það varðar í þessum málum. En það sem sagt, orðið á götunni það að Trump forseti, annarkvort hinn elskaði eða hataði eða hvorugt. Hann sem sagt innan næstu 2 vikna eða svo, hann sem sagt að fara að koma með nýja tilskipun hvað varðar UFO málaflokkin. Og þessi tilskipun verður þrískipt. Númer 1, það eru sem sagt þessir NDAs eða Non-Disclosure Agreement, altså þetta eru svona háleyndar samningar, hvað var það trúnað, vísindamanna sem hafa að einhverju leyti unnið í málaflokknum, tengt UFO og þá aðalega þetta crash retrieval eða reverse engineering. Það þýðir sem sagt að þessir NDAs, þeir verða bara teknir úr gildi, sem gera það verkum að uppljóstrarar hafa þá í kjölfarið fullt leyfi til þess að stíga fram og veita sem sagt innsýn í sinn sannleika og sína reynslu. Þá kemur maður að spurningunni því að oft eru þessu störf eitthvað sem stangast á við auðvitað ríkjandi lög og stjórnarskrá. Sem sagt í þessari tilskipun þá verður sem sagt punktur númer 2 að varðar mögulegt immunity eða sem sagt ákveði friðhelgi sem sagt þeir verða náðaðir þannig að þeir þurfa ekki að sæta refsingu fyrir vikið. Þá erum við að tala þetta getur verið fjárhagslegt, brot, siðlegt eða hreint út sagt eitthvað verra. Og númer 3, það sem sagt að fyrir þessa vísindamenn eða einstaklinga sem búa yfir vitneskju og hafa unnið við málaflokkin að afhenda ekki gögn og upplýsingar eða vitnisburð sem byggður á sannleika. Það mun vera túlkað og skilgreint sem glæpsamlegt athæfi og refsivert. Það ekkert annað. Svo langar mig að koma aðeins inn á eitt. Það hann Eric Weinstein. Hann sem sagt, hann var í viðtali hjá Joe Rogan og hann sem sagt starffræðingur og samfélagsrýnir. Hann sem sagt hefur verið talsvert í umræðinni sem ekki beint sem svona talsmaður fyrir, hann ekki svona hefðbundin UFO trúboði eins og margir þessi kallar eru, hann virðist ekki vera með neitt annað agenda en vísindalega nálgun með opnum huga en hann mjög skeptískur, hann er 0 tolerance fyrir bullshit hjá Eric Weinstein. En Eric Weinstein var sem sagt í viðtali hjá honum elskulega Joe Rogan, sem ýmist hataður eða elskaður, you pick. Hann semst var í viðtali hjá honum og hann hélt í fram að hann og Sam Harris sem hann var hérna bandarískur taugavísindamaður, heimspekingur, rithöfundur. Hann semst var þekktur fyrir bækur trú, siðfræði, meðvitund og gagnrýna hugsun. Semst bara þetta svona áhrifavaldur innan vísinda og heimspeki. Sem sagt Eric Weinstein, Sam Harris og Lex Fridman sem margir þekkja. Hann sem sagt með Lex Fridman podcast þar sem hann tekur löngviðtöl við vísindamenn, frumkvöðla, heimspekinga og stjórnmála fólk og mikið svona í AI, eðlisfræði, sögu og mannlegt eðli en hann hefur einnig tekið talsvert af viðtölum við uppljóstrara
í UFO-brasinu og meðal annars Ryan Graves og David Fravor sem að báru vitni frammi fyrir bandarísku þingnefndinni 2023 í júlí mánuð. En sem sagt, Eric Weinstein heldur því fram að sem sagt, einhvers konar við getum kallað það djúpríkis armur hafi nálgast sem sagt Eric, Lex Fridman og Sam Harris og beði þá því þetta eru áhrifavaldar, beði þá að miðla þeim boðskap á sínum plattformum, annaðhvort í sínum eigin podcastum eða í viðtölum hjá öðrum, sem að eru sem sagt í hag svo kallaðara svona slow disclosure process. Sem sagt að taka þátt í að undirbúa fólkið fyrir uppljóstrun á raunveruleikanum bakvið UFO málaflokkin. Ansi bold fullyrðing og ég tjekkaði á þessu og ég allavega fann það að Sam Harris hafði líka einhvers staðar í einhverju viðtali haldið þessu fram nákvæmlega þessu. Þannig að við erum hérna á barmi einhvers konar uppljóstrunar hver ásetningurinn eða forsendur þessarar uppljóstrunar veit ég hreinlega ekki. Ég get hallast í skeptískar áttir eins og ég hef gert svolítið en það samt að koma svolítið sterkt til mér núna hvað var það tímalínur og hvað var það hinn takmarkalausa mátt minn til sköpunar og hvort að ég yfir höfuð sé í þessum hefðbundna efnisveruleika eða hvort að ég sé að lifa hérna bara einhvern draum þar sem að mér þar sem ég bara hæfur til þess að skapa veruleikan nákvæmlega eins og með listir eða nákvæmlega í samræmi hvernig mér líður, hvernig ég hugsa og hvað ég geri. Þannig að ef ég vil hugsa mig inn í sjúkdóma, samsæri, volæði, sásauka, þjáningu, morð og vitleysu, þá ekkert mál að gera það. Þá get ég bara valið þá tímalínu og let's go. En svo get ég líka valið hinleiðina, farið bara inn í kannski þess að vita að við erum hérna bara leiðin inn í eitthvað allsnægtar ljós og bara farið í polyunuleikin, þá get ég líka gert það, hver sem útkoman verður á því, veit ég ekki. En ég held ég sé svolítið á þeim stað núna, ég held bara öllum möguleikum uppi, ég set enga merkimiða á þessa hluti, ég óttast ekkert. Ég í fullu trausti á almættið og þá vill ég meina algjörlega út frá algjörlega óflokksbundin öllum trúarbrögðum eða kreddum. Ég bara að tala að hið upplýsta kosmíska stýrikerfi til staðar innan kvantum og ég búinn að gefa mig þessu stýrikerfi alfarið á vald og það í rauninni ekkert annað í boði fyrir mig. Ég búinn allavega í kvöld eins og mér líður að yfirgefa allt sem viðkemur tvíhyggju og þar af leiðandi allt mögulegt sem og ekkert. Þetta voru skilaboð geimsýrunar á laugardagskvöldi 23. maí. Geimsýran flæðir stjórnlaust, þið ráðið hvort þið drukknið í henni eða surfið hana eins og einhverjir sannir meistarar. Munið að fylgja og subscriba geimsýrunni á TikTok, það UFO 101 geimsýran eða á YouTube Þvottahúsið geimsýran. Og svo getið þið fylgt mér Gunnar Dan á öllum samfélagsmiðlum. Ég ekki að sýna ykkur ljósmyndir af hamborgarunum sem ég borðaði á einhverjum veitingastæði í gær. Ég bara að sýna ykkur á þessum samfélagsmiðlum allt sem að við kemur kosmískum sannleik, UFOs og geimverum. Ekki flóknar en það. Hafið frábæra helgi. Ég læt mögulega heyra í mér á morgun ef tilefni þykir. Einmitt. Góða nótt.